bara byrja þar sem að við vorum Jú, viljum byrja þar. Við vorum byrjaðir að rafta. Já, þess að nú ekki að fara að tala útlendingamál. Það gaman samt að tala svona þetta, þú veist, að Ísland sem miðpunktur alheimsins og upprunaleg merking orðsins heimska og síðan núna með algoritmana allt þetta. Ég tiltölulega nýkominn frá Suður-Afríku og þar fattaði ég að ég hafði séð eitthvað svona vídeo, þú veist að því ástandið í Suður-Afríku var náttúrulega hellað, svo orðið miklu betra, en núna einhvern veginn sá ég að það væri eitthvað svona subkultúr af svörtu fólki sem væri að halda bara einhverja marseringar undir einhverju risa leikvöngum þar sem þetta bara drepa alla hvíta og eitthvað. Og ég held að þetta væri alvöru, skilur, og bara, shit, ok, þetta er vel. Svo fór eitthvað að spurja fólk þegar ég var komin að út og bara eitthvað, hvað er það að tala um, þetta er bara eitthvað rugl. En svo getur þú alveg verið hér bara og tala um þetta sem einhvern fullkominn sannleika og Trump og meiri segja að tala um að þetta væri það sem væri að gerast í Suður-Afríku og þetta væri atriðið í Suður-Afríku. Já, við búum náttúrulega í svona eins og ég kallaði post-truth world, þú veist, við erum bara komin í heim sem handan, þú veist, eftir að kristin trú hættir að vera svona miðpunkturinn, þú veist, eini sannleikurinn sem við erum öll einhvern veginn sammála allan að svona Vesturlöndin og líka bara, þú veist, í Suður-Ameríku og Rómanska Ameríka og svona, þú veist, núna eru við bara það eru bara miljardar lítilla sagna í stæðan fyrir þessi ein stór, þú veist, og í þeim heimi þá náttúrulega eru allir einhvern aðalpersóna, það eru allir og hafa allir rétt fyrir sér, að það mega allir hafa sína upplifun á heiminum, þannig að þú veist það einhvern veginn allt, mér líður svona smá eins og bara við sem á þeim staði í heiminum í dag að það getur allt gerst, hvað sem gerst, hvaða rugl sem gerst og það alveg allt hægt að koma öllum á óvart, þú veist, það gerist eitthvað og maður já, ok. En þetta bara áhugavert post-truth world sem við erum að tala um. Að þá mitt að því við töluðum aðeins þú náttúrulega ert vinur Begga og Snorra og þegar Snorri kom inn til mín, þá ræddum við mitt þú veist, hvernig var upplýsingaflæðið, þú veist, þegar í raun og veru var bara einokun upplýsingaflæðið frá stjórnvöldum. Það var heldur ekki gott. Nei. En ég einhvern veginn svona sem gamall fjölmiðlamaður og hafandi lært blaðamennsku eitthvað, þá var maður svona pínu, þú veist, nú erum við bara dett inn í bara anything goes. Já, það er bara eitthvað legarúf og annað, þú veist, bara eitthvað allt sem rúf gerir svo mikið, þú veist, það er ekki, ég er svona að reyna að hætta að vera með skoðanir á hlutum, þú veist, ég er svona að reyna, þú veist, ég lærði sviðslisti, þannig ég er alltaf bara svona að reyna að vera eins og svona áhorfandi í því sem er að gerast og vera ekki að velja mér eitthvað hliðar, en ég er náttúrulega í grunninn ég bara, þú veist, ég trúi bara á jöfnuð, sko, og þannig að mér langar að búa í samfélagi sem fólki líði vel og ég hef ekkert að móti einhverjum ríkisfjölmiðli, þú veist, þannig að, já, þú veist, ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvað að segja, sko. Nei, mér finnst gaman, ég er svona heyrið yfir að fara í ákveðna átt að mér finnst gaman fyrir mig eftir það sem gerist hjá mér fyrir 4,5 ári, þá eðlilega það var svona vókfólki sem að barði harðast á mér að þá fór ég hægt og rólega að búa til blinda hlið að færast svolítið mikið hinum megin við línuna en svo finnst mér svo gaman, þú veist, þegar Dóri DNA kom inn á til mín, þá fattaði ég, þú veist, því hann er náttúrulega svolítið svona liberal vinstri en samt ógeðslega klár Þetta ég er eiginlega bara rosa sammála honum, þú veist, í grunninn ég er engin hægri gæi, sko. Nei. Nei, og síðan líka bara þessi hugtök allir svona eins og eitthvað hlekkir, þú veist, finnst mér, að þú veist, að því ég alveg bara eitthvað trúi á einkaframtaki, þú veist, en ég veit líka, ég held að svona stærstu framþróunir í okkar samfélagi hafi verið vegna þess að við höfum búið til eitthvað svona kerfi sem, það sem samfélagi er ekki sem eitthvað heild, þú veist, bara eitthvað, ég veit, nú gæti einhver sagt að ég sé að kóla mig út á okkur vitleysu, en þú veist, eitthvað enga framtak að það verið að allan búið til náttúrulega skólpkerfi, þú veist. Þú veist, það er alveg eitthvað svona spurningum að það sé eitthvað greater good, þar sem allir hafa hagað að taka þátt í samfélaginu, þú veist, og að það er líka bara svona mikil svona peningadýrkun, þú veist, sem er í gangi, þú veist, eins og ég var að hlusta á Tim Dillon, veistu hvað það er? Já, hann var eitthvað að ranta þú veist, eitthvað svona eitthvað vini sína sem er eitthvað gauri sem að þekkja sem er ríkir í krypto og þeir eru bara alltaf gett hræddir að þeim verði rænt, þannig að þeir eru alltaf í Dubai og hann sagði bara, óhamingjusamasta fólk sem ég veit er fólk sem keyrir á Lamborghini á South Beach, þetta er bara óhamingjusamasta fólk sem ég veit
og þú veist, ég var að hlusta á þetta, hann var eitthvað svona, hann var að tappa inn í eitthvað sem var svo, þú veist, sem var eitthvað, hann sagði líka, þú veist, sem er svo fallið, þú veist, hann sagði bara lífið, þú veist, að því að við erum með símana og við erum orðin svo ótrúlega analyserandi og það er svo mikið í gangi alltaf og mikið framboð á upplýsingum og dillirilli og þótt að vera svona, það er bara lífið er ekki svona flókið. Þú ert bara eitthvað, lífið er bara eitthvað, þú ert bara eitthvað, ferð og borða með einhverjum, fara ekki smá vín, verður svona, þú veist, átt eitthvað svona, hann segir bara að fallegasta moment sem þú getur átt í lífinu er að vera svona smá tipsi í útkværi í Bandaríkjunum, bara eitthvað. og ég var hlust á því, ég var þessi gaur, hann er að tappa inn í eitthvað sem ég held að sé dagsatt, sko. Og með eitthvað svona bara svona, þú veist, auðvitað ámaður, þú veist, eins og ég í öllu sem ég hef gert, ég er alltaf bara með mjög háleit markmið og ég er rosa harður frá sjálf á mig, bara ég vil gera mitt besta og ég er alltaf bara með drauma sem ég ætla að sjá verða að veruleika. En sem ég líka alltaf minnum á, bara þetta er líka bara, þú veist, the journey is the destination, þú veist, maður er bara eitthvað að reyna bara að hafa gaman að þessu, þú veist, og ekki að flækja hlutina óþarlega mikið fyrir sig. Mjög öll fyrir mig að segja þetta, því ég gera það sjálfur, þú veist, ég alveg flækja hlutina massíft fyrir mér, en ég er svona alltaf að reyna að minna mig á það bara og reyna að vera þakkláttur og reyna að bara já, heyrðu, þetta er ekki svona, þú veist, þarf ekki að vera svona flókið, þú veist, lífið er frekar einfalt. Einmitt. En það er búið einhvern veginn að láta okkur, þú veist, það er búið að búa til kerfi, þannig að maður heldur að þú veist, það er búið einhvern veginn svona, búið til kerfi það sem lífið virðist vera geðveikt flókið, en ég held að það sé miklu einfaldara en bara í kjarnan einhvern veginn, bara svona hvað við þurfum, þú veist, tala við fólk sem okkur þykir vænt finna fyrir væntumþykju, þú veist, sína væntumþykju, þakklæti, gefa, þykja, bara eitthvað einfaldar notalega stundir, þú veist, og síðan að sjá nýja hluti og hlusta á nýja tónlist og horfa á nýja bíómyndir og svona upplifa og þú veist, en heimurinn í dag er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega bara eins og eitthvað djók, þú veist. Ég nefnilega þetta er góða punktur sem er komið. Mér finnst ég vera komin einhvern veginn núna á smá hundar sem ég er einhvern veginn hefur þú lesið Power vs. Force? Nei, ég hef ekki lesið hann. Og svona þær pælingar. Mér finnst ég vera að koma einhvern veginn að maður er svo, ef ég nota ensku orðið rigid í, þú veist, einhvern veginn einmitt vinnu, markmiðum, vakna á mótnana að þetta verður að gerast og svo er ég alltaf að sjá núna að þegar ég brýt rútínuna og allt í henni bara ég má bara fara í morgunkaffi og það er einhvern veginn svona, þá kemur einhver rödd í hausnum, nei, þú hérna skarpastur á mótnana að vinna þá. Ég er að fá betri útkomu þegar ég geri minna og þegar ég brýt upp og einhvern veginn kveiki og segi bara, nei, lífið, þú veist, lífið er núna, lífið snýst þessa hluti og við ætlum ekki að vera hérna eftir 20 ár. Það er enginn sem segir á dánabeðunni ég vildi ég hefði verið meiri í vinnunni. Skilur við? Og það fáránlega er að stundum er ég að fá betri útkom í vinnu þegar ég tek fókusin alveg af vinnunni. Já. Þá byrjuð til pláss fyrir eitthvað að gerast innra með þér. Þá færðu pláss fyrir nýjar hugmyndir og færðu pláss fyrir innblástur og ég held að ef maður er alltaf bara að fókus á þetta, þú veist, þá er svona takmarka rými fyrir eitthvað organist að verða til innan í þér, þú veist, og líka alltaf að hugsa eitthvað ég þarf að gera þetta, þú veist, þá er ekki pláss fyrir eitthvað svona random, eitthvað spontant, eitthvað sem hefur ekki, þú veist, þá er allt inn í eitthvað svona kerfi, þú veist. Emil, hvernig finnst þér hérna að því nú svona það sem ég veit mig þá svona slærðu mig sem kreatífum aður og einmitt menntaður í listum og að hérna með símónum og þessu dóti, þú veist, þá ég er alltaf að komast meira og meira að því fyrir mig og mér sýnist að gilda mjög marga og bak við það að láta sér leiðast kemur sköpunarkraftur. Já. En þú þarft að fara í gegnum það að láta þér leiðast til þess að fá verðlaunin. Á meðan að við lifum í heimi þar sem er rosa mikið, sko, nú ætla ég að fá góða hugmynd, þá tek ég ADHD-lyf og drekk 2 kaffibolla og skilur í staðan fyrir að ég fór í yin-yoga tíma í fyrradag, þar sem ég verið 90 mínútur í einhverjum tegjum shit, hvað það verður leiðilegt fyrst, sko. Svo allt í hennu bara fór ég að fá svo mikið af góðum hugmyndum. Ég er búin að, sko, leika mig grátt með símanum, sko. Ég er alveg bara ég hef klokkað 12 klukkutíma í screen time, sko. Þú veist, og það er ekki til að vera að stæra sig af, sko. Og ég er ekki neina svona, en kannski er líka bara, ég er búin að eiga líka bara allir svona, þú veist, þetta er búin að vera strempið ár, þú veist, og ég er alveg að hafa síman sem eitthvað svona, þú veist, bara, ok,
já, nei, ok, ég get fara hana, ég ætla að fara að leiða hugan af því sem ég er að díla við og reyna að fá bara svona break, þú veist. Þannig að þetta eitthvað sem ég er bara að stíga inn í núna, þú veist, að horfast í augu við að þetta bara vandamál, þú veist, og bara ég á erfitt með að horfa á bíómynd, ég á erfitt með að lesa bók, ég á erfitt með að horfa á þátt, þú veist, og ég held að ég sé ekki einn í þessu, sko. En þú ert ekki einn. Ég er ekki einn, ég er ekki einn, sko. En ég er búin að vera að þjálfa mig núna bara með að horfa á bíómyndar á þetta, því ég elska bíómyndir, það er svona mín fyrsta ástin, sko, það var kvikmyndin, sko, og ég er búin að vera bara svona að þjálfa mig núna, ég ætla að setja sig yfir, ég ætla að horfa á bíómynd í gegn, og ég finn alveg að það gerist alveg fullt við það, sko, en þessi símar, þeir eru, þú veist, ég veit ekki ég held að það hefur einhver Rudolf Steiner eða eitthvað að segja, þú veist, að þriðja heimsstyrjöldin yrði þú veist, stríðið vitundun okkar, þú veist, consciousness, þú veist, og maður fattar bara, já, ok, hún er hafin og hún er alveg, þeim gengur vel, já. Þú veist. Men ég sé þetta bara, þú veist, nú tel ég mig umgangast nógu mikið af fólki og ég umgengst mikið meira þess að high-level fólki, því meira sem ef ég fæ að vera með einhverjum í 3 daga eða 5 daga, ég þekki eiginlega bara ekki mannesku, þeir einu sem eru ekki með neinu vandamál með símana sína, eru fólk sem lifir þannig lífi að þú bara ferð, þú ert kannski börn, þú ert bara að koma þeim í skólan, svo ferð í vinnu sem er kannski bara 8 tímar og vinnan er þess eðlis, þú getur ekki verið í símanum vinnunni og þá ertu einhvern veginn bara komin það mikið frá þessu að fíknitilhneigingarnar er ekki þarna og þá þegar þú kemur heim og vinnunni langar bara að slaka á og það langar ekki að fara í síman en allir þeir sem eru einhvern veginn að vinna vinnu þar sem þú ert í tölvunni og ert kannski í símanum og það er hluta vinnunniðinni, bara við erum ekki hönnu fyrir þetta. Við erum það ekki, sko. Ég veit ekki hvað, maður ætti að heilin sé svona fungera, að maður sé svona gerður til þess að þekkja eitthvað, ég veit ekki hvað mikið af fólki, þú veist, ég heila eitthvað töluhygtum að maður geta þekkt eitthvað 300 manns eða eitthvað, þú veist, og þú veist, við erum bara in real time átt okkur á því hver afleiðingarnir eru við að þekkja, þú veist, 10.000 manns eða eitthvað, þú veist. Svona, og það verður bara mjög áhugavert að sjá það í framtíðinni hverjar, þú veist, langtíma afleiðingarnir eru að þú veist, þekkja svona mikið af fólki og vita svona mikið alla og það er allir einhvern veginn með sína sögu að segja og það er alltaf þessi pæling, sko, þegar algoritmarnir verða nógu góðir og gervigreind verða nógu góð og þá væri hægt að búa til svona prótokól þar sem að, þú veist, þú ferð eitthvað út í náttúru og detoxar þig frá síma í svona segjum 3-5 daga og partur af prógraminu væri að koma tilbaka til þess að geta sagt, heyrðu, nú er ég að fara að byrja aftur og nú vil ég bara að þú lokir á þetta á þessum tímum og ég er ekki að fara að sjá þetta og þetta og þú veist, það er bara nóg mikið, þú getur bara gefið algjöra skipanur hvað þú vilt fá í gegnum síma, hvað ekki og mögulega ríkleimar stjórnina þannig aftur, sko. Já, það er fallegur draumur, sko. Mitt svona, mín hugmyndum, ég man ekki hvort að eitthvað Virgil Abloh eða Tremaine Emory svona tískugaurar, sko, svo að þeirra hugmyndum að retire væri að hætta á Instagram og ég var að hugsa daginn bara, já, það væri draumur minn bara því að ég var orðinn nógu gamall og búin að koma mér á eitthvað stað þar sem bara mitt prógram runnar að það geta hætt á Instagram væri gæði pæling, sko. En þú veist, en minn business runnar alveg mjög mikið gegnum þessa miðla í dag, þú veist, og eins og þú með þáttinn og þú veist, það er svona, maður er einhvern veginn, en maður ætlar ekki að láta fólk vita í gegnum þessa miðla sem allir eru á, hvað maður er að gera, sérstaklega maður er með eitthvað pródút, maður er með eitthvað viðburð, maður er með músík, maður er með þátt, eitthvað svona, bara hvar á maður að láta fólk vita? Á maður að vera bara út á götu bara, bara. Ég er spurningum að þú veist einmitt, þegar innkoman er orðið nógu mikil til þess að getur bara ráðið eitthvað ungan gæja sem er góður í þessu og skilur þetta og bara, heyrðu, taktu Instagramum mitt og svo bara sjáum þetta. Það væri draumur, sko. Já, ég held að það sé alveg hérna, en einmitt, svo náttúrulega, þú veist, kom alls konar hækjur á þetta, ég er í svona mastermind hóp og við tókum einu svona símaföstu challenge, sko. Og þá mitt fyrsta daginn, sko, þá það var bara hvað, ég ætla að vera með hann á airplane móti eða eitthvað, nei, bara í skúfun og ég fer bara út og ég bara hef hann í skúfu í 3 daga. Keyrði niður á Skúlagötu, ég með vinnuaðstöð á Kjarval
fyrsta þegar ég að leggja í bílastæðið. Shit, ég ekki með appið til að borga í bílastæðið. Svo keyri ég, svo hugsa ég, ok, ég tek bara sektina. Labbaði inn á Kjarval, kemst ekki inn. Nei. Ég ekki með appið sem þarf að komast inn. Þannig ég endaði eitthvað á Laundromat og það einhver barþjón þar að hringja upp á Kjarval til að biðja mig að opna fyrir mér og klukkan var ekki orðin, hún var ekki orðin 9:30, sko. Nei. Ég sagði, shit, það búið að vinkla okkur svo mikið inn í þetta Matrix. Já, þetta kókt, sko. Maður þú veist, ég bara eitthvað, ég á Tesla, þú veist, ég þarf að, þú veist, opna bílinn með símanum, þú veist, og já, þetta alveg. Hvað segirðu þá það sem ég heyrði að Bergþór var ég sá okkur að klippu frá honum daginn þar sem var að tala verðum að elska síman okkar. Já, ég held að það sé alveg rétt, þú veist, bara að ég ekki að setja mikinn fókus í að elska síman, en það kannski svona spurning hvað fólki í því að elska síman sinn, sko. Hvernig ég nota hann, þú veist, gæti alveg flokka sem ofbeldissamband, sko. Ok. Eða þú veist, þetta svona eitthvað, bara það þarf það mér að halda, eitthvað svona, þú veist, þetta svona svona sjúk ást dæmi, sko. Þannig að ég held að bæki sé alveg mér, þetta sé á réttu nótunum, sko, að segja að elska síma sinna, því að ef ég ætti kannski að tilhenga með það bara, þá ætti ég kannski aðeins öðruvísi sambandi við hann, sko. En síðan ég líka bara svona, ég fæ svona þráhyggju oft fyrir hlutum og ég bara svona lúpast svona smá, sko, þannig að en þetta er bara flott, maður bara á vegferðinni og þannig að Mér finnst það góð pæling sem varst með áðan með stríð, sem þú segir að hafa komið frá Rudolf Steiner, stríðið vitundin okkar. Það í gangi bara as we speak. Sko. Og ég allan ennþá, að því þú veist, það alveg góð pæling þetta með að fara eitthvað og algoritman verið nógu góður, en ég samt svolítið bara komast á það að mitt bóluefni verður bara að fara með reglulegum hætti upp í sveit og bara kúpla mig út úr þessu. Ég á einn góðan vin, ég ekki alveg sagt hvað hann hann hefur haldið sagt þetta í þættinum, en Þór Guðna sem nú eitt svona reyndasti maður í psychedelics á Íslandi og hann býr bara upp í Kjós og bara hann svo mikið fyrir utan kerfið og hann segir bara þegar ég að koma inn í Mosfellssveitina þá bara sé ég svona ský og nú ég að keyra inn í Matrixi þannig ég meðvitaður það. Já, meðvitaður Matrixi, þú veist, maður þarf alveg alltaf að geta farið inn líka, þú veist. Algjörlega. Tekið þátt, þú veist, í samfélagi manna. Algjörlega. Það ekki eftirsóknarvert, þetta svolítið eins og einhver sem fer djúpt í hugleiðslu eða eitthvað svona. Það ekkert eftirsóknarvert að þurfa að vera í helli í Indlandi. Nei. Þú vilt geta verið í góðu sena ástandi inn í Smáralind rétt fyrir jól. Já, þú veist, það er challenge, sko. Já. Og bara jólabóðin og, þú veist, það er raunveruleg challenge, sko. Ég jólun að koma núna, ég er svona verða smá, þú veist, ég skilnaði bara, sko, þannig að jólun var svona rosa stress fyrir mér, þú veist, það var bara svona, þú veist, mikið að bóðum, mikið að eitthvað svona, það var alltaf svona smá panikmód, sko, en mér fannst þetta alveg gaman sem barn, þú veist, síðan eitthvað svona á unglingsárum þá var ég alveg over it, og núna þegar ég kom mín eigin börn, þá var ég svona aftur aðeins að, þú veist, já, þá er það svona einhvern veginn, þeim finnst þetta svo gaman, þú veist, og þá getur mér ekki að þótt þetta annað en gaman líka, sko. En hvað með hérna að því þú sagðir að bíómyndin væri fyrsta ástin? Já. Þú veist, hvaðan kemur að því þú sendir á mig hérna áður en við ákvaðum að gera þáttinn? Eða áður en við hittumst og þá, þú veist, las ég yfir og þetta með listir, þú veist, þú svona, það er eins og að hafa mjög snemma hneigst í þá átt. Já. Hvaðan kemur það? Það kemur alltaf bara frá, þú veist, foreldrar mínir eru báðir listamenn, sko, og þannig að þeir eru bæði lærði leikarar og leikstjórar og þannig að ég, þú veist, það er alltaf mjög, þannig að, þú veist, pabbi vinnur í leikhúsinu þegar ég er barn, sko, og þannig að ég er mikið í kring með það og mamma har alltaf verið rosa skapandi og við erum svona komið mikið á svona þannig að já, bara verið með bara mjög sjálfs mjög skapandi og þannig að þetta hefur alltaf verið svona einhvern veginn svona, þú veist, bara dálítið rammin sem ég hef verið inn í, sko, og
og síðan... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.